Viktorandleg fræði, 1. kafli, inngangur. Einfaldleiki hins jarðneska lífs liggur í fjölbreytileikanum. Þó svo að lífið og tilveran virðist oft á tíðum flókin og snúin, þá er allt í raun svo einfalt. Allt hið jarðneska fylgir ákveðinni hringrás og hlutirnir, lífið og tilveran ganga í eilífa hringi. Þó er réttar að segja að lífið og tilveran gangi í spíral því allt þroskast upp á við í hverjum hring, hvort sem það er maðurinn, sálin og eða mannkynið. Þó svo að hver dagur mannsins sé hringrás, þá er hann einum degi eldri á hverjum morgni og hver og einn þroskast í hverju skrefi lífsins. Þetta gerist þó svo að hver og einn skynji oftast litlar breytingar frá degi til dags. Tilgangur lífsins og tilverunar er andlegu þroski sem gerist í hægum skrefum svo það er varla að nokkur taki eftir því. Líkt og líkami mannsins vex og stækkar og umbreytist frá því að vera barn í fullorðna manneskju í afar hægum skrefum. Þó svo að enginn sjái vöxtinn dag frá degi þá sést umbreytingin með tímanum. Það sama á við þroskaferil mannsins sem og lífsins og tilverunar. Því er allt hið jarðneska breytingum háð og á sífelldri hreyfingu þar sem hlutirnir breytast í hægum skrefum. Lífsýn og stefna hvers og eins breytist sem á straumar og stefnur mannkyns. Ekkert stendur í stað og oft á tíðum er eins og umbreytingarnar séu niður á við og neikvæðar en ekki upp á við til framfara. Hvað sem allri skynjun og sýn hvers og eins líður, þá er mannkynið á sínum þroskaferli sem liggur upp á við í hægum skrefum. Himintunglin, pláneturnar og stjörnur sólkerfisins eru í raun klukkuverk lífsins og ganga hring eftir hring í hægum ferli sem margir hverjir eru taldir í 1000 ára. Hver hringur getur tekið frá einum sólarhring til 1000 ára. Staða himintunglana ræður þeirri orku og tíðni sem ríki á jörðinni á hverjum tíma. Þessi orka og tíðni ráða í raun þeim tíðaranda sem ríkir hverju sinni hér á jörðinni. Eins og áður sagði, þá þroskast allt upp á við og lífið og tilveran ganga því í spíral upp á við, allt eftir stöðu himintunglana hverju sinni. Sólin er lífsgjafi alls lífs og án hennar myndi lífið hér á jörðinni í þeirri mynd sem það er í dag ekki þrífast. Jörðin og náttúran hennar ásamt veðurfari er sköpuð fyrir mannin og líkama hans, svo hann geti þrifist hér við ólíkar aðstæður á ólíkum stöðum á ólíkum tímum. Dýralífið, náttúran og veðurfar eru afar fjölbreytileg og ólík eftir stöðum og staðsetningu hér á jörðinni og allt er þetta gert til að skapa manninum fjölbreytileika á hinu jarðneska sviði. Þessi umgjörð er í raun sköpuð fyrir sálina og þroska hennar. Maðurinn er í raun eilíf sál í dauðlegum líkama og er líkami hluti af náttúruverki jarðarinnar og í raun faratæki sálarinnar og er breytilegur frá lífi til lífs. Maðurinn hefur langan tíma aðlagað sig að klukkuverki alheimsins þar sem dagur og nótt skiptast á, í hæfilegri langri hringrás fyrir mannin. Þannig getur hver og einn gengið í gegnum einn starfsdag og hvílst og endurnýjað sig og öðlast orku fyrir nýjan dag. Hver dagur er fyrir flesta ákveðin hringrás með sínum daglegu verkum og áskorunum. Mikilvægt er fyrir hvern og einn að geta hvílst á milli til að halda andlegri sem og líkamlegri heilsu til að vera reiðubúin til að takast á við verkefnin sem lífið hefur upp á að bjóða. Fyrir marga er eins og allir dagar séu eins og fjölbreytileikinn lítill á meðan aðrir lifa hröðu lífi
og upplifa mikinn fjölbreytileika frá degi til dags. Lífsverkefni sálarinnar eru afar ólík og hver sál velur sinn hraða og sitt ferli frá lífi til lífs. Sumar sálir lifa í hvíld á meðan aðra vinna baki brotnu og njóta lítillar hvíldar. Hvort sem sálin lifir fábrotnu lífi eða fjölbreyttu þá er lífið sem á hver dagur ákveðin hringrás sem þroskar sálina upp á við í hverju skrefi lífsins. Hvert augnablik er hluti af henni eilífu hringrás sem maðurinn og sálin og mannkynið fylgja.